öllum fjölmiðlum beinlínis, og það búið að vera að vara okkur við hérna, við eigum að tala varlega hér á Íslandi, en við getum ekki talað, því við lifum í heimi sem opinn, og hlutirnir eru sagðir á Bloomberg, og þeir eru sagðir í BBC, og þeir eru sagðir á Sky, og þeir eru sagðir í Guardian, og þeir eru sagðir í Börsen og svona, og þar beinlínis verið að tala þjóðargjaldþrot. Horfðu á mig? Já, ég horfðu á þig, þú ert þingmaður, þú ert formaður þingnefndar. Það margar lausnir á þessum vanda og menn að fara í gegnum það, spurning hvað menn vilja ganga langt. Við eigum mikil auðæfi Íslendingar og það hefur verið sagt að framtíðarstaða íslenska efnahagslífs sé öfundsverð til lengri tíma. Og það spurning hvort og hvað mikið við viljum nota á þessum eignum okkar. Annað, ef við vildum ganga svo langt, það verður til þess að selja Kárahnjúkavirkjun. Það mætti gerast bara eftir hádegi í dag. Það hefur komið forsendur fyrir í lögum. Og þriðja væri að selja þá Þjórsá, sömuleiðis til 65 ára. Spurningin ónýttar orkulindir. Hvort það mætti einhvern veðsetja það að selja, ég veit það ekki. Þetta allt spurning hvað vilja ganga langt. Það mætti gefa út auka kvóta í þorskafla, það verður bent á það, Guðjón Ágústsson var að benda á rétt á það. Og selja hann, bara ríkið myndi selja hann. Já, aðalatriðið hér að líta til framtíðar. Við berum ekki bara ábyrgð á fyrirtækjum og fólki sem núna uppi. Við þurfum að hugsa til hagsmuna komandi kynslóða. Sumir segja að Íslendingar hafi verið svo flókafullir síðustu árin í til dæmis Skandinavíu að þeir sem hefðu vilja hjálpa okkur áður séu ekkert fúsir í það því við höfum verið svo hrókafullir. Menn mætti stundu sína meira auðmýkt, líka í núverandi stöðu og menn mættu sérstaklega muna það að menn breyti ekki fortíðin. Það mætti allir hugsa. Ertu að meina að það eigi ekki að skoða hverjir eru ábyrgir? Jú, menn að læra af fortíðinni og svo þau umhægist, þá getur maður farið í söguskoðun og farið að finna sögudóka, en ekki akkurat í stöðunni núna. En það var líka... Og ég hef alltaf verið þeirra skoðana til dæmis að mestu mistök Íslandssögunnar hafi verið þegar bankarnir okkar voru einkavæddir. Þetta eru mestu mistök Íslandssögunnar, það bara þannig. Og menn þetta að sjá það. Konkrét upplýsing, það sem að mér fannst að vera allir með þingin daginn, að þú veist, það voru allir að blaðra. Hérna í þingunum það voru allir með klísjur, allir að blaðra og ég held að við séum kannski komin á svolítið að þann tíma í stjórnmálum að hafrarnir verða skildir frá sauðunum, blaðurskjóðurnar verða skildar eftir og þeir sem hafa eitthvað konkrétt fram að færa, þeir verða áfram. Og við verðum að vita, verður passað upp á fólkið sem að fer í gjaldþrot, á leiðin í gjaldþrot með sitt, verður passað upp á verður það varið, verða innistæður fólks í bönkum, eru þær tryggar? Eru þær allar tryggar eða eru það bara tryggar upp á þremur? Forsætisráðherra lýsti því yfir, það verður tryggar, innistæður í bönkum, íslenskum bönkum, hér á landi. Sparifé fólks? Sparifé fólk hér á landi, hann lýsti því yfir í umræðinu stefnuræði forsætisráðherra og það gildir. Og þá ertu að tala og þá skiptir ekki máli hvort að maður á 3 milljónir, 300.000 eða 30 milljónir. Ummæli forsætisráðherra gilda. En sá sem á 30 milljónir, hann tryggur? Hann sagði bara innistæður í íslenskum bönkum hér á landi. En þessi sjóðir eru eins og ekki tryggir sem fólk á? Nei, það getur bara niður. Þar eiga menn hlutdeild í viðkomandi eignum sem var móti, þannig að þeir tapaði aldrei öllu sko. En það getur orðið verðfall eins og hlutabréf. Og líka aðeins að þú varst að byrja á að það er mikið talað um bankan, það er mikið talað um fall fyrirtækjanna, en það er minna að tala um heimilin, fjölskyldunar, litlu einingarnar sem eiga allt sitt undir því að efnahagurinn gangi og okkur tekst að upp aftur, að það verður strax að ráðast í aðgerðir til þess að mínum að frista hér lán og lengja lán hjá þessum fólki sem verst stendur í dag. Frista lán og lengja lán? Það verður að frista, að mínum að frista lánin og það verður að fara í þetta strax. Þannig að þau haldi ekki að hlaða upp á sig verðbótum og... Það verður að gera þetta, annars erum við að sjá hér fjölda gjaldþrot hjá heimilum landsins. Meðan launin hækki ekki. Ég meina, þú stofnaðir Kaupþing, þú ert alþingismaður, þú ert hámenntaður í þessum fræðum, öllum vísindum og Ágúst líka hámenntaður hagfræðingur og þetta er búið að gerast á ykkar vakt. Nú skal ég segja. Nei, alvörunni. Það verður rosalega merkilegt ferðalag ef að einkavæðing bankana fyrir mörgum árum endaðinu með að vera allir komnir í eigu ríkisins aftur. En það er nú svona kaltæðinni, má ekki vera kaltæðinni. Og þú sagði, veruleiki allra sem erum 30 eða þar undir sé sá að annarkvort búum að þessu undir landflótta eða skuldafangilsi. Já, og ef maður horfir yfir sinn eigin vinahóp þá svona virðist það vera orðin raunin. Þekki þó nokkra sem hafa bara hreinlega flúið saman hvort það er til að vinna eða fara í nám. Og þeir sem eftir sitja, þeir horfa bara á lánin hækka og hækka. Við erum með 20% verst af yfirdráttarlánum og til þess að fá
námsláni hjá LÍN verður maður að hafa yfirdráttarlán í íslenskum bönkum. Annað sem var merkilegt við færsluna sem þú settir inn og þú ert að vísa til er að þar voru komin eitthvað 100 komment áður en ég fór að tjá mig að þau snerist öllum, má kalla þetta tippaslag á milli Davíðsfólksins og Jóns Ásgeirsfólksins. Og þegar maður fer að borga upp öll þessi lán næstu árin, þá myndi maður helst til að bara vera laus við þá. Við þá báða? Við þá báða helst. En þú sagðir þarna að fólk ætti að stjórnmálamennir ætti að skamma sín. Já, og í raun og veru eldri kynslóðir, því að það hafa menn verið að benda á þetta. Þú veist að fá Þorvald Gylfason inn á eftir. Það væri nú maður sem væri gott að setja í Seðlabanka núna. Og hefði verið gott að hlusta á ráðans undanfarin ár. Þetta er einmitt, sko, kannski verður spurningin sem við þurfum að fást við á næstunni, hvort að hér sé að verði einhver pólskipti í viðhorfum í okkar þjóðfélagi. Sko, ég held að það er ekki spurning að það verður. Þegar við komumst í eðlilegt ástand aftur og þá er það ekki spurning að þá þurfum menn að setjast yfir mörg mál og fara yfir söguna. Sko, Sarkozy í Frakklandi, hann segir það þarf að rannsaka, það þarf að refsa. Við þurfum að spyrja kjarnaspurninga, til dæmis hvernig kjósu okkur fólk til að stjórna þessu landi. Maður lærir í skólum þrískiptingu valds, þrískipt vald. En við kjósum í raun og veru bara á Alþingi. Alþingi kýs svo ráðherrana sem kjósa svo dómsvaldið. Og þannig að það er engin svona checks and balances eins og maður sér núna í Bandaríkjunum seðlabankastjórann þurfa að svara fyrir sig. En þarf hann að gera það hér?